Því ástandið var þar ekkert ósvipað og í Nínive. Menn lifðu svo saurugu lífi að það var ekki réttlætanlegt að leyfa þeim að saurga allan heiminn og eyðileggja. Í Sódómu og Gomorru var fólkinu gefið tækifæri á að iðrast. Það bara fyrirfundust ekki nógu margir og það var bara Lot og hans nánasta fjölskylda sem að hlustaði á alvörun Drottins. Hinir dóu vegna synda sinna. Íbúar Sódómu fengu aðvaranir frá Guði alveg eins og íbúar Nínive, en það var vegna óguðlegs lífernis þeirra að þeir fórust. Menn segja gjarnan nú á dögum að þeir geti ekkert gert að því að vera sig svona eða hinsegin, og það hugtak sem hefur komið inn í tungumál, minnskosti hér á landi, meira nú á dögum en nokkuð tímann áður, að fólk hinsegin en eru bara syndarar. Og þegar við tölum við slíkt fólk synd, þá vill það ekki viðurkenna að þetta sé synd, vegna þess að ég bara svona, frá fæðingu, ég get ekkert að þessu gert, segja margir og trúa því einlæglega. Og vitið það, ég þekki fólk sem svo ég noti þetta hugtak, hinsegin. Og það margt af þessu indælis fólk. Ég þekki til dæmis eina konu sem ég hefi kynnst hér á borgarsvæðinu bara síðustu mánuðina, síðasta hálftannað árið eða svo. Góð kona sem vill endilega hjálpa og gera allt gott fyrir aðra og fórnar til þess að aðrir geta lifað betra lífi. En hún hinsegin. Hún sagði mér það sjálf. Og mér þykir vænt þessa konu. En það sem Guð kallar synd ekkert bara það að vera hinsegin, að vera samkynhneigður eða samkynhneigð eða trans eitthvað. Og það eru til mismunandi svona stöður einstaklinga í þjóðfélaginu sem sumir hverjir geta ekkert að því gert. Sumir eru fæddir, vanskapaðir. Gerið þið ykkur grein fyrir því að við erum öll vansköpuð? Guð skapaði Adam og Evu og allt mannkynið sem átt að koma út af þeim til að lifa að eilífu. Fyrstu syndararnir lifðu alltaf 1000 árum. Adam og Eva og Nói og Methusalem og ýmsir aðrir sem nefndir í Biblíunni lifðu þetta 800–900 ár og rúmlega það. En þeir voru orðnir kallaðir af synd. Í dag fæðast sumir blindir eða haltir eða lamaðir og sumir verða lamaðir af slysförum. Þannig verða til ýmsir gallar í okkur. Ég sjálfur gallaður frá fæðingu og úr því að við erum að tala að synd sé galli, alvarlegur galli, þá gott að ég láti þess geti hér að ég var fæddur með klofna vör og klofin góm og klofin úf. Það var ekki nokkuð leið að ég ætti möguleika á því að geta talað nokkuð tíma, ekki þá á þeim dögum. Svo fyrir læknavísindum að þakka að aðgerðir þegar ég var 10 ára gamall var til þess að ég gat talað nokkurn veginn. En það voru mjög margir sem gátu skilið mig. Gátu alls ekki skilið mig. Þegar ég var 18 ára, byrjaði sería af aðgerðum sem urðu til þess að ég get sinnt þessu starfi í dag að vera prestur og boðberi fagnaðarerindis Drottins. Og þá mér uppálagt, eins og þið munið sjá hér á eftir, að boða orð Guðs hreint og ómengað undanbragðalaust. Við erum öll syndarar.
Það eru sumir sem börn eru haldin mikilli villu og blekkingu sem einhverju koma til leiðar í lífi þess og börni geta ekki það sem gert. Ég að tala svo litla barni sem ég hafa 9 ára gamalt. Þið hafið heyrt þessa sögu frá mér áður. Þar sem að ég var að heimsækja móðurina og tala við hana efni Biblíunnar og þessi kona var svo heilluð, hún vildi meðtaka allt saman. Þar til að við komum að því efni sem Biblía boðar ástand hinna dánu. Þeir vita ekki neitt. Þeir sofa í dufti jarðar þar til Kristi kemur og reisir þau upp og gefur þeim eilíft líf þeim sem hafa meðtekið hjálpræði hans. Þegar ég ræddi efni Biblíuna við þessa konu, þá sagði hún, sjáðu þetta barn hérna. Heldur þú að hún sé að ljúga að mér þegar hún segist sjá menn koma hérna og það engin annar sem sér þessa gesti sem koma hérna niður fjallshlíðina ef það var á Svalbarðseyri eða koma hérna inn í hús og þegar barnið situr í skóla og að skrifa verkefni sín þá sér barnið, stúlkan, hendi koma. Það engin annar í skólastofunni sem sér þetta sem tekur utan hendi stúlkunar og stýrir skriftinni, hún ræður ekki hvað hún skrifar. Heldur þú að barnið sé að skrökva? Ég sagði nei. Og ég reyndi að útskýra illa anda, Satan og fallna engla sem gerðu uppreisn á himni og að störfum í dag af því að þeim var boðið að koma hér inn í þennan heim af fyrstu foreldrum mannkynsins. Og þess vegna synd í heiminum. Ég fekk engu komið framar á framfæri af blöðurritningarinnar við þessa fjölskyldu. Barnið líður fyrir það sem það upplifði. Ekki endilega vegna þess að foreldrarnir kenndi henni þetta, heldur vegna þess að illir andar eru af störfum í þjóðfélaginu, alls staðar heiminn. Postulinn kallar þetta andaveru vonskunnar í himingennum. Þér kannist við þennan texta mörg. Og þess vegna það börnin okkar oft og eina sem líða. En þá komum við að því að fólk það einhvern veginn lærir að ljúga og enn aðrir að stela. Og ég hef kynnst börnum sem höfðu stelsýki og öðrum sem var lugu alveg í það endalausa. Tala þegar fullveru fólk allt í kringu þau gera þessa hluti. Þetta synd. En hver eru við að segja, já þetta eru syndir, en ekki það að vera hinsegin eða samkynhneigður. Og ég þó ekki að segja að, og ég ekki að láta einhvern halda það einu sinni, að samkynhneigðir þurfi að glatast, alls ekki. Og þess vegna munum við skoða hérna nánari texta og við höldum áfram að lesa hérna texta þar sem okkur sagt, þú skalt ekki tilbiðja þær, það sé líkneskjur, þetta 3. boðorðið. Þar sem Drottinn segir, þú skalt ekki dýrka þær, því að ég, Drottinn Guð þinn, vandlátur Guð, sem vitja mun misgjörða feðrana á börnunum. Já, í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata, en auðsýni miskunn þúsundum þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mín.